Komið sæl. Við ætlum að líta á nokkur orðadæmi í þessum kafla og ég ætla að leyfa mér að fara dálítið hratt yfir sögu hérna fremst í myndbandinu þar sem við erum að rifja upp dæmi sem eru svipuð þeim og voru í síðasta hefti, en síðan snúum okkur að annars konar dæmum sem eru kannski einkennandi fyrir þennan kafla. En ég var búinn að segja við ykkur áður að þegar þið eru að lesa í gegnum orðadæmi þá þurfum að passa ykkur að lesa ekki of hratt í gegnum það og reyna að skrá jafn óðum það sem er gefið upp. Eins og hér stendur ég hugsa með tölu, þá stoppa ég bara og skrifa OK, ég er með X. Síðan held ég áfram í margfaldan með 4 og það þýðir ég er með 4X. Svo held ég áfram að lesa mig svona í gegnum dæmið og bæta alltaf inn upplýsingum jafn óðum og þá er ég á endanum komin með jöfnu sem er tiltölulega einföld að leysa, eða einfalt að leysa. Þannig að með því að færa 30 yfir og deila með 4 og allt það sem við fórum yfir í síðasta myndbandi, þá ætti að enda með svarið að X er jafnt á 5. Og talan sem ég hugsaði mér, það sem verið að spyrja er þá 5. Hérna, hvað tölu hugsaði mér? Og það er X-ið. Gott og vel. Dæmi sem eru kannski einkennandi fyrir kaflan í þessu hefti eru meira í líkingu við það að reyna að lesa sig í gegnum texta og setja fram einhverja almenna reglu og svona fikra sig áfram í gegnum dæmi. Og stundum þarf maður að gefa sér tíma til þess. Það er ekki alltaf að maður geti lesið dæmi og séð einhverja reglu bara 1, 2, 3. Þannig að við skulum taka eitt dæmi. Við sjáum eins og stendur hér að ef við ætlum að reyna að setja fram reglu og þá er ágætt að reyna að gefa sér einhverja tölur í upphafi sjálfur og fikra sér þannig áfram. Jafnvel þó það sé ekki verið að gefa tölur í dæminu sjálfu. Ef við skoðum dæmið hér á glærunni, það stendur borðið með raðað þannig að 2 geta setið við hvora hlið og 1 á hvorum enda. Svo er spurt hver er þá almenna reglan eða hversu margir geta setið ef fjöldi borða er X. Það þýðir að við viljum fá einhver almenna reglu sem við getum síðan reiknað eftir og svara þá fljótt hvað geta setið margir ef fjöldi borða er 10 eða 15 eða 73 eða eitthvað slíkt. Og þá getum við byrjað á að skoða hvernig lítur þetta út ef við erum með 1 borð. Samkvæmt því sem kemur fram í textanum, þá sitja 2 við hvort enda. Hérna eru 2 og hérna eru 2, það er sikkurum megin og svo 1 á hvorum enda hér. Þannig að fjöldi sem situr auðvitað borð er þá 4 sinnum 1, 4 hérna og svo pluss 2 á endanum. Þessi hér og þessi hérna. Þetta er þessi pluss 2 einstaklingar. En hvernig lítur þetta út ef við erum með 2 borð? Þá raðast þau saman og við sjáum að við erum með 4 einstaklinga á þessu borði. Við erum með 4 einstaklinga á þessu borði. Þessi 2 sinnum 4. Og svo bætast þessi 2 endamenn hérna við í lokin. Þannig þá lítur þetta út svona. Og kannski er einhverju búin að átta sig á reglunni, en við getum haldið áfram að skoða 3 borð. Og þá lítur myndin svona út. 4 hér, 4 hér, 4 hér. 3 sinnum af því að borðin er 3. Og svo bætast við þessi 2 endamenn sikkurum megin. Og nú ætti að vera farin að sjá regluna og geta sett hana strax fram fyrir 5 borð. Þeir sem vilja spreita sig, þeir geta ítt á pásu núna og hattu að sjá hvort það sé rétt hjá þeim. Svarið ætti það að vera 4 sinnum 5 og pluss 2. Og þá getum við kannski loksins farið að svara spurningunni hversu margir sitja við borðið ef að fjöldi borða er X. Og af því að þetta er nákvæmlega eins eða samskonar dæmi og kemur fyrir í kaflanum, þá getið ég séð svarið þar. Ég ætla ekki svaraði hér, þó að þið verið fúl út í mig, þá var það bara allt í lagi. En þið svarið þessu sjálf þegar ég farið að spreita ykkur á þessu dæmi í bókinni, eða heftinu. Þannig að það eru 4 við hvert borð, 2 á endanum og þið getið sett fram í jöfnuna sjálf. Ég er jafnt og eitthvað og nú vil ég ekki hafa 1, 2 eða 3 í þessu heldur X. En eitt dæmi í lokin sem er svipað á dæmi 1607 í heftinu og nú þurfum við að sperra upp augun og horfa svolítið vel. Hér kemur dæmi sem að
dálítill texti og við reynum að lesa okkur í gegnum hann eins og ég sýndi áðan. Hérna stendur að í hverju viku vinnur helgisirinn 4.000 krónur. Þannig að ég veit að Helgi á 4.000 krónur í upphafi. Kristinn vinur hans, hann vinnur sér inn eða á í upphafi 13.600. Þannig ég skráði það líka hjá mér. Og svo stendur þeir fá báðir launahækkun sem jafn mikil. Þetta geti líka verið að þeir vinna sér báðir inn einhverja auka upphæð sem jafn mikil. Þess að bætist eitthvað við hjá þeim báðum, bætist jafn mikið við. Og að því að við vitum ekki hvað það þá köllum við það X. En svo koma viðbótar upplýsingar að eftir þessa hækkun verða laun Kristins, það segja hérna Kristinn, launin hans eru nákvæmlega þreföld launin hans Helga. Þess vegna get ég skrifað að Kristinn, það sem hann á, er 3 sinnum það sem Helgi á. Ok. Og svo spurningin, hversu mikla launahækkun fengu þeir? Þannig við erum að leita eftir þessu X-i. En við getum ekki leyst þessa jöfnu hér. Það aldrei hægt að leysa jöfnu ef það eru 2 óþekktir bókstafir. Hérna er 1 bókstafur, H, við vitum ekki hvað það og X líka. Þannig við getum ekkert verið að færa fram og tilbaka hérna og fundið X. Það heldur ekki hægt í þessari jöfnu hér. Þannig við þurfum einhvern veginn að nóta okkur þetta samband hérna. Og nú kemur smá trikk. Það sem sagt, í staðinn fyrir að skrifa K-ið hérna, að þá þetta hérna nákvæmlega sami hlutur og K-ið. Því sama sem merki þýðir að þetta nákvæmlega eins. Þannig í staðinn fyrir að skrifa K, þá get ég skrifað þetta hérna. Og það byrja ég að gera. Hinum megin, í staðinn fyrir, þess að tóku eftir ég að stóð H hérna, í staðinn fyrir að skrifa H-ið hægra megin, þá get ég skrifað 4.000 plus X, því það nákvæmlega sami hlutur og H-ið. Og það sem ég græði á þessu að nú ég komin með eina jöfnu, sem ég bjóð til úr þessum 2 ráðum, þessum hér. Þannig að þessa jöfnu get ég leyst vegna þess að hún inniheldur bara eina óþekkta stærð. X hér og X hér. Ekkert H eða K lengur að flækjast fyrir okkur. Kannski renni yfir þetta einu svona enn. Í staðinn fyrir að skrifa þetta K hér, ætla ég að skrifa 13.600 plus X. Og í staðinn fyrir að skrifa H hér, ætla ég að skrifa 4.000 plus X. Og síðan eftirleikurinn auðveldur. Ég leysi þessu jöfnu. Hvað ég búin að gera hér? Jú, ég margfalda inn í sviga. 3 sinnum 4.000 er 12.000 og 3 sinnum X er 3X. Þessi hlið ennþá óbreytt. Og næst myndi ég reyna að færa X-in öðrum megin og tölurnar hinum megin. Þannig að ég færði hérna 12.000 yfir og það breytist það í mínus. Þannig fekk ég 1600. Svo færi ég X-ið yfir hér. Það breytist það í mínus X. Þannig fæ ég 2X. Og loks deili ég með 2. Báðum megin. Deili hér. Og þá fæ ég að X-ið er 800 krónur. Þannig spurt einhver mikla launahækkun fengu þeir. Það var X-ið. Og svarið þá 800 króna launahækkun. En ég vona að þetta hafi ekki verið óflókið. Þetta er eitthvað sem maður þarf bara að æfa eins og allt annað sem er nýtt fyrir manni. Og ef þið viljið skoða þetta aftur, þá er svo heppin að geta spólað tilbaka. En ef þið eru búin að ná þessu, þá endilega dembið ykkur í heftið og spreytið ykkur á þessum orðadæmum. Takk fyrir mig.